Já, gömul saga og sönn. Hún ber nafnið Dimmustu jól, björtustu jól. Eftirfarandi frásögn af reynslu löngu liðinna ára og sögð af konu sem ekki lætur nafn síns getið, ætti að hvetja okkur til að treysta Guði skilyrðislaust, jafnvel á hinum dimmustu dögum. Hún segir: Það vetrardagur sem mér enn í fersku minni. Veðrið var óvenjulega kalt. Launin okkar hafðu ekki verið fengin greidd reglulega og þegar þau komu, mættu þau ekki þörfum okkar. Maðurinn minn var oftast að heiman á ferðalagi úr einu héraði í annað. Drengirnir okkar voru heilbrigðir en Rut litla, dóttir okkar, var lasin og ekkert okkar átti sómasamleg föt til að klæðast. Vatnið í brunninum þvarr og vindurinn blés upp rifurnar á gólfinu. Fólkið í sveitinni var vingjalegt og örlátt, en byggðin var ný og hafði því hver fjölskylda nóg með sjálfa sig. Smátt og smátt byrjaði trú mín að veikjast, einmitt þegar ég þyrfti mest á henni að halda. Snemma á ævinni var mér kennt að treysta Guði og hélt ég að ég hefði lært leksíuna mína vel. Á dimmum stundum hafði ég reitt mig á fyrir heitin þar til ég vissi eins og Davíð hver var vígi mitt og endurlausnari. Yfirfrakki mannsins míns var ekki nægilega hlýr fyrir desembermánuð. Hann var oft að ferðast margar mílur á hesti til að sjá samkomur eða jarðarfarir. Oftast var morgunverðurinn okkar maískaka og heitur drykkur. Jólin voru að koma og börnin bjuggustu gjöfunum sínum. Ég man eftir að ísinn var þykkur og sléttur og drengirnir þráðu svo að eignast skauta. En Rut litla fékk þá hugmynd að brúðurnar sem ég hefði búið til væri ekki lengur nógu góðar. Hún vildi fá stóra fallega brúðu og var staðráðin í að biðja Guð hana. Ég vissi að þetta virtist ómögulegt. En hvað ég þráði að gefa hverju barni sína gjöf. Það virtist sem Guð hefði yfirgefið okkur. En ég talaði ekkert það við manni minn. Hann stundaði starf sitt af alhug og einbeitni og ég bjóst við að hann yrði alltaf jafn vongóður. Ég hélt setustofunni notalegri með arineldi og reyndi að framreiða okkar lítilfjörlegu máltíðir eins og ég best gat. Á aðfangadagsmorgun var Jakob beðinn að heimsækja veikan mann. Ég fann brauðbita handa honum í nesti. Það var það besta sem ég gat gert. Ég vafði köflótt af sjalinu mínum hálshonum og reyndi síðan að hvísla að honum hugreistingar orðum eins og ég hafði svo oft gert. En orðin dóu á vörum mínum og ég lét hann fara án þess að segja orð. Þetta var dimmur, vonlaus dagur. Ég lét börnin fara snemma í háttinn því ég þoldi ekki að hlusta á samtal þeirra. Þegar að Rut litla var komin í rúmið var ég að hlusta á bænirnar hennar. Í lokin bað hún einlæglega brúðu handa sér og skauta handa bræðrum sínum. Andlit hennar ljómaði svo yndislega þegar hún hvíslaði að mér: Mamma, ég hugsa að þeir komi hingað snemma í fyrramálið. En hvað ég vildi hafa geta hrært himinn og jörð til þess að bjarga henni frá vonbrigðum. Ég settist niður og grét beisklega. Það leið ekki á löngu þar til Jakob kom aftur heim kaldur og þreyttur. Hann fór úr stígvélunum og voru fætur hans rauðir af kulda.
Ég myndi ekki fara svona með hund, hvað þá trúan þjón, sagði ég. En þegar ég leit upp og sá hina hörðu drætti í andliti hans og örvæntingar svipinn, kom mér í hug að nú væri Jakob einnig búinn að gefast upp. Ég færði honum heitan drykk og ég var sjúk við þessa hugsun. Hann tók hendur mínar í sínar og sátum við þannig í klukkustund án þess að mæla orð af örum. Mér langaði til að deyja og hitta Guð og segja honum að loforð hans væri ósönn. Sál mín var full af uppreisnaranda. Þá heyrðist bjölluhljómur, andartaksþögn og síðan var barið að dyrum. Jakob stóð upp til að opna og þarna stóð herra White. Það kom kassi með hraði rétt fyrir myrkur og ég fór með hans eitt fljótt í gat. Ég hélt að ef til vill að það gæti verið jólavarningur fyrir ykkur. Og hér kalkún sem konan mín bað mig að afhenda ykkur og allt hitt held ég að þið eigið. Þarna karfa með kartöflum og hveitipoki, síðan kom hann inn með stóran kassa, svo bauð hann góða nótt og ók af stað. Án þess að segja orð, náði Jakob í meitil og opnaði kassan. Fyrst tók hann upp úr honum þykkt rautt teppi og sáum við að undir því var mikið af fötum. Mér fannst á þessu andartaki Kristur horfa á mig með ásakandi augnaráði. Jakob settist niður og huldi andlit í höndum sér. Ég get ekki snert þetta, mælti hann. Ég hef ekki verið trúr einmitt þegar að Guð var að reyna mig til að sjá hvort ég héldi þetta út. Heldur að ég hef ekki séð hvernig þér leið, sagði hann. Ég átti ekkert huggunarorð til að gefa þér. Nú veit ég hvernig ég á að prédika hve óttalegt það að snúa sér burt frá Guði. Jakob, sagði ég, taktu þetta ekki svona næri þér. Þetta mín sök. Ég hef átt að hjálpa þér. Við skulum í sameiningu biðja hann að fyrirgefa okkur. Bíddu andartak, góða mín. Ég get ekkert sagt núna, sagði hann og gekk út úr herberginu. Ég kraup niður og hjarta mitt brast. Á andartaki hvarf allt myrkur og þrjóska. Jesús kom aftur með ástúðlega orð. Dóttir. Fyrirheit, blíðu og hamingju fylltu sál mína. Ég var svo niðursokkin í lofgjörð og þakklæti að ég gleymdi öllu öðru. Ég veit ekki hver langur tími leið þar til að Jakob kom aftur, en ég vissi að hann hafði einnig fundið frið. Jæja, kona góð, sagði hann, nú skulum við þakka Guði. Og hann úthelti lofgjörðarorðun ritningarinnar, því ekki á neinn annan hátt gátum við betur látið í ljós þakklæti okkar til Guðs. Klukkan var orðin 11 og eldurinn var að kulna og þarna var stóri kassinn og ekkert hafði verið snert nema hlýja teppi. Við bættum við á eldin og kveiktum og kertum og fórum að athuga fjársjóð okkar. Við tókum upp yfirfrakka og ég lét Jakob máta hann var einmitt að rétti stærð. Ég var full af kæti því áhyggjur mínar voru horfnar og þarna var slá og vildi Jakob sjá mig í henni. Gleði mín hafði alltaf smitandi áhrif á hann, svo við hlógum bæði eins og fávita börn. Þarna var líka hlýr alfatnaður, ullarsokkar, kjóll á mig og nokkri metrar af baðmullarefni, kuldaskór fyrir okkur öll. Þetta var dásamlegu kassi og raðað í hann af mikilli nákvæmni. Það var líka alklæðnaður á drengina, rauður kjóll á rudd, vettlingar, húfur og treflar. Og í miðjum kassanum var annar kassi og við opnuðum hann, þarna var stór brúða. Ég brast í grát.
Jakob grét með mér, en nú grétum við af gleði. Næst komu tvennir skautar. Þar voru einnig bækur. Sumar þeirra hafði ég lengi þráð að sjá. Sögur fyrir börnin til þess að lesa. Þarna var líka umslag með $10 í. Að síðustu grétum við yfir hverjum hlut sem við tókum upp, en núna grétum við að gleði. Það var komið fram yfir miðnætti og við orðin uppgefin af einskærri hamingju. Ég útbjó heitan drykk, sneiddi niður nýbaka brauð sem okkur hafði verið sent og Jakob sauð nokkur egg. Settum borð fyrir framan eldinn og nutum kvöldverðir okkar. Síðan ræddu við líf okkar og hversu örugg hjálp Guðs ávallt væri. Þið hefðu átt að sjá börnin morgunin eftir. Drengirnir hrópuðu upp yfir sig þegar þeir sáu skautana. Rut litla tók brúðuna sína þegjandi upp og þrýsti henni að sér. Síðan fór hún inn í herbergi sitt og kraup niður við rúmið. Þegar hún kom aftur hvíslaði hún að mér: Mamma, ég vissi að þetta myndi koma, en ég vildi bara þakka Guði, þú skilur. Við gengum að glugganum og litum út og þarna voru drengirnir farnir að skauta að kappi. Við sendum þakkir okkar til kirkjunnar sem sent hafði kassan. Síðan höfum við dag hvern þakka Guði. Erfiðir tímar enduðu ekki þarna, en þar sem við höfðum treyst honum og ekkert óttast jafn mikið og að efast umhyggju hans. Aftur og aftur höfum við reynt að þeir sem leita Drottins líða engan skort. Amen.